Já, hæ. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur sem verður svona hvað er komin í varðandi peninga, lukku, eða svona, já, hvað er það að manifesta inn núna á næstunni og ég verð með 3 punkta að velja og ég ætla að hafa þetta svolítið öðruvísi, ég ætla að draga hjá okkur, með ykkur en þið fá að velja þennan númer 1, þennan númer 2, þennan númer 3. Svo það verið 3 punktar að velja, 1, 2 og 3 og meditation sem ég er að hlusta er Abundance Meditation, Wealth, Money, Luck, Prosperity og Track Miracles. Og svo náttúrulega er ég með svona eitthvað grænt á mig líka. Þegar við ætlum að tracka Abundance, við ætlum að fá til okkar peninga og hvenær koma þeir inn og hvað er að koma til okkar og hvað er að lagast eða bara hvað kemur í spilunum. Bara svona að gera þetta smá eitthvað öðruvísi. Sjá. Betra, nei. Þá ætla ég að draga 3 spil. Gerum þetta bara svona. Já, stu. Gerum þetta svona. Og fyrir pæl 1, þá er ekki að velja þetta hérna. Fyrir pæl 2, þannig hérna. Og pæl 3 hérna. Sjá þetta betur kannski svona. Og í lokin ætla ég ætla kannski að gera þetta núna. Þetta er svona meira svör frá englunum eitthvað. Fyrir pæl 1, fyrir bunka 1, hvað er það sem að svarið, svarið fyrir ykkur. Hugsið ykkur spurningu, hvenar ykkar abundance kemur eða hvað, eða svona bara já, hugsið ykkur spurningu. Fyrir bunka 1 þá er þetta hér, fyrir bunka 2 er þetta hér og bunka 3 er þetta hér. Kemur hérna perfect timing. Það er kannski einhver bara svona fullkominn tími núna að fara að gera eitthvað. Það er eitthvað hérna skilaboð til ykkur seinna. Nú er bara fullkominn tími. Svona. Og það er 1, 2 eða 3. Hvað gæfu lukku, peningahlið eða hvað er að fara að breytast í þetta lífi? Velja ykkur bunka. Og ég ætla að byrja þá á bunka 1. Hérna er bunki 1. Þetta er bara svona. Ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur sem völdu bunka 1. Þið fenguð þetta hérna spil, númer 30. Kannski eitthvað samti við 30. eða einhver 30 ára
Gæti verið að ég fannst eins og það sé búin að vera að vinna að einhverju og það bara svona eins og að þeir eru svona svolítið bara að bíða eftir útkomunni sko. Það hefur kannski verið svolítið svona búið að vera svolítið svona hringrás, alltaf sama og svona og núna eru þið farin að sjá svona á næstunni, kannski 30. eitthvað að verða að veruleika. Og skulum fá hérna númer 30, að lesa hérna fyrir ykkur. Pool of a moonlight. The full moon shines on a sacred pool as a priestess gazes within its depths, searching for understanding and inspiration. The quiet beauty of moonlight on water provides a mirror of the soul, seeing yourself as a beloved child of the moon goddess. Messages can be divine from the water depths, brought forth from the underworld and illumination by the celestial light. Meaning, this is not the time for action, but rather for contemplation. Stop and think things through. Solitude is important now, tuning out of the influences of others, so you can search your own soul. Já, það gæti verið að þið hafið kannski dregið ykkur tilbaka og svona, og já, þess að fannst það eins og þið eru svona að bíða eftir að fá inn það sem þið eru búin að vera að vinna, það sem er búin að vera óska eftir og já, það er svona, það gæti verið eitthvað svona, kannski enda mánaðamótin, að þið farið að sjá svona útkomu svona það sem þið hafi verið svona að bíða eftir. En það er eins og að þið þurft að svona draga ykkur aðeins tilbaka eitthvað með eitthvað. Já, ég ætla að fá líka á þessu. Spirit pile 1. Light and love. Your purpose is to bring divine healing, light and love to this world. Það er eitthvað bara hérna, eitthvað skilaboð. Já, það er eitthvað breytingar sko, sem þið eftir að sjá núna eftir fullt tungl núna í Skorpíó var núna. Þið eftir að sjá svona, já, eins og þið hafi gengið gegnum svona transformation. Það er svona, það er breytingar bara sjálfum einhver svolítið. En hvað er að koma inn hjá Pile 1? Varðandi peninga og connection, 8 of Wands. Það er eitthvað sem kemur fljótt inn og það er svona oft svona bregður eitthvað svona við. Það getur verið það sem hefur verið að gerast núna í fullu tungli. Það er svona, núna er að fara að koma að eitthvað það sem eru búin að vera að bíða eftir. Og eitt hás er Skorpíó, Chariot. Það er oft eitthvað, það gæti tengst eitthvað samt við hús eða breytingar inn á húsinu, ekki inn á við á ykkur.
Eða kannski eru þið svolítið svona að taka ykkur í gegn líka. Það svona komið, já, svona núna eru þið að svona koma svolítið svona, já, þið hafið svona dregið ykkur tilbaka og svo svona kannski í júlí þá svona þið í ykkar svona besta attraction að draga til ykkar og svona það að koma eitthvað svona til ykkar sem að þið búin að vera að manifesta. Það gæti verið líka bara ferðalag, sko. Tjarötin svolítið svona eitthvað moment og það gæti verið flutninga líka hjá okkur. Four of Pentacles. Þannig að vill bara vera hérna hjá ykkur. Það eitthvað sem í apríl sem að þið þurft svona að passa allt svona í kringu hjá okkur og eitthvað samt í fjárhæðin kannski líka. Þið hafi verið svolítið svona að horfa tilbaka svona með svona ákvarðanir þar sem þið hafi verið að taka líka. Og meira fyrir pile 1. Star. Já. Það sem þið eru búin að vera sko hugsa og það að koma til ykkar. Það sem þið er búin að vera að gefa vera búmarangs tilbaka til ykkar. Og það bara svolítið svona bæði ástarlega og líka svona earthly, svona peningalega séð sko. Aquarius. Aquarius, star svona manifestation og það sem þú er búin að vera óska eftir, það sem þú er búin að, já. Og það eitthvað þarna sem kemur inn sem að það mér finnst eins og með peningalega séð þá er það eftir að eflast svaðalega sko. Það sem þau þurft að passa ykkur eða svona, það er eins og þau eru búin að vera að byggja ykkur upp eða eitthvað. Það núna sem að þið eru að fara að sjá árangurinn og það er eins og að það kemur inn bara svona, kemur svolítið bara hratt inn sko. Þeir verða svolítið svona, já, þetta er svona stóra breytingar. Á öllu sviðum, bæði svona grounding, það sem það eru svona peningar og svo líka tilfinningarlega séð. Þá er eitthvað að manifesta það en líka sko. Gæti verið að einhverja hefur líka eitthvað saman til ferð líka sem verður í ágúst eða eitthvað ágúst, júlí, ágúst sem er búin að vera að koma inn. Hvað meira fyrir pile 1? Lovers. Six of Swords. Finnst eins og númer 1 að þið eru svona svolítið að taka ákvörðun líka hvað þið viljið svona losa ykkur svona, það er eins og þið þurft að taka ákvörðun það sem hefur verið að draga ykkur tilbaka til þess að geta halda áfram. Þetta er eitthvað svoleiðis sko.
Ace of Pentacles. Og sem eru single, það er að koma hérna líka samband hérna inn líka. Gæti eitthvað við júní. Og það er líka eitthvað samt vinnu líka. Það getur verið þessi að fá hækkun í launum vinnu og eða þá þeirra mentugur eða eitthvað svoleiðis sko. Eitthvað sem er að koma inn líka. Eitthvað samt það að eitthvað sem þeir eru að fá svona metið eða eitthvað svoleiðis sko. Og ég sé hérna það er hrútur, nautmið og steingeit, tvíburar og já, það er sæns hérna, tvíburar, vatnsberi og hérna krabbinn, nautið. Og það er hérna hjá ykkurum líka að þeir að breytum vinnu líka. Það er svona, eitthvað breytingar samt við vinnuna. Sem kannski er eitthvað sem þið þurfa að vera svolítið svona eins og bossinn eða lítur eða eitthvað svoleiðis sko líka. Eða fáið svona hærri stöðu. Þetta er eitthvað svoleiðis. Fyrir pile 1. 10, vatnsberi, já, það eru fréttir, hérna, þeir eru kannski búin að bíða eftir að skrifa undir eitthvað eða samþykkja eitthvað eða sem eftir að koma inn, sem eftir að bæta miklu. Það er eitthvað samt við 10 og gæti verið já, 10. júlí hjá okkurum, getur verið 7. nóvember, getur verið 9. október eða eitthvað samt við september, 7. september kannski. Já. En það sem ég sé hérna þá er framhafið sko fjárhagurinn bara eftir að vera betri, eftir að þið eitthvað þurft að draga ykkur tilbaka og svona getur verið, já, en það er svona góða breyting framöndan. Soul coming. Og svo svarið fyrir ykkur, recovery. Já, já, það sem að ég með fann hérna, það sem að fyrst, þeir eru svona að vera að losa eitthvað og þeir eru að fara á nýjan stað og það er bara verið núna, recovery, ég hef ekki lesið það bara líka. Hvað er komið, sjá. Let's find it. This is a period of recovery and healing for you. The challenging emotions that you've been dealing with will fade away with time. Although it may be difficult to see now, there is a joyful future awaiting you. But for now, take all the time you need to regain your strength. This card can also mean that your recovery is nearly finished or already complete. Send words of gratitude to heaven and begin planning for the next exciting phases of your life. Já, þú nýr kafli bara. Það láta þetta duga. Bye. Já, hæ. Þessu völdu bunga 2
sem að manifesta í peningum, abundance, peninga, svona, eitthvað sem að increasa, eitthvað sem að koma inn sem til betra og eitthvað svona kannski spá meira góli í sögu líka, svona góða breytingar. Það eitthvað samt í júní líka, hérna hjá ykkur, sem að hlutinir, svona, það eitthvað betra. Það það sem ég finn hjá ykkur. Það eitthvað betra að koma inn. Og líka þessi bunki svolítið svona creative, svona, svona, þið verður kannski meira svona skapandi, þið eru með þetta að skapa og búa til, skrifa bók eða búa til ljóð eða það eitthvað sem að samt við skrift og svona setja eitthvað niður, plana eitthvað kannski líka og eitthvað samt við tónlist, það getur verið tónlistarskóli eða eitthvað svona, eitthvað samt við það, eitthvað svona, Það skulum sjá bara hvað kemur. Við ætlum að sjá hvað spilum fengu hérna. Og þau fengu hérna númer 12. Það getur verið eitthvað samt við 12 eitthvað. Eða þá desember. Við skulum lesa. Áherslu minnum við alltaf á peninga. Eða svona ekki peninga, þetta svona abundance, eitthvað. Þið hafið eitthvað til þess að fagna hér. Og sjá hvað ég að gefa númer 12. Mabon, the autumn Iconus, brings balance at night and day. Brings balance as night and day are equally linked, and the descent into darkness now begins. The harvest feast celebrates the ripeness of the summer bounty and holds the message of preparation for the cold months to come. Apples, pears, pumpkins, the sweetness of wine, all speak of abundance of the earth. This is a time of sharing, caring for those who are in need, and giving thanks. Meaning, it is time to count your blessings and be aware of how abundant your life truly is. Open your eyes to those who are less fortunate than you and offer what you help you can. Trust there will be enough for everyone. You can afford to be generous with your time, energy and resources. Já. Já, þið hafi kannski verið svolítið stressu svona hafi ekki nóg og svona vilja gefa meira af ykkur og eitthvað svona og það er bara að vera að segja þetta að þið hafi nóg öllu og þau eru rosalega góðum stað í raun og veru sko. Og þegar nóttin og dagurinn er jafnur, hvenær er það? Það er júlí, ágúst eða eitthvað svona, kannski hérna á Íslandi. Já. Það var eins og þá, getið bara að sjá eitthvað. Nú er ég alltaf mikið að hugsa sko. En já, það er eitthvað verið að fagna núna og það er eitthvað í sumar. Og þeir eru svona harvest inn og þið hafi eiginlega svolítið mikið að velja svona hvað þið getur gert eiginlega raun og veru sko. En mér finnst eins og að þið hafi verið að standa í ströngu svona yfir vetrartímana og svona kannski verið svolítið þungt og svona hálf niðurdregin og hlutirnir var ekki að ganga upp og bla bla bla. En þið eru eftir að sjá núna breytingu núna yfir sumarið og alveg fram í desember
og bara svona abundance life, þetta segja. Skulum fá þetta meira. Gæti verið eitthvað 12 ára, 21 kannski líka. Einhverju, gæti verið já, kannski eitthvað barn eða eitthvað sem aldrei. Eitthvað. Gæti verið þess að loka 12 ára kafla kannski af einhverju sem hefur verið áður. The answer that you're seeking involves going to school. Eitthvað sem þau skóla. Gæti verið kannski einhver kennari eða eitthvað svona reikna út plan eitthvað fyrir sko. Og þetta gæti líka verið svolítið svona þið eru svolítið spiritual einhverju hérna líka sem að vera að segja bara að þið þurfu að gefa svolítið meira á okkur svona spiritual svona vera til staða fyrir annað fólk sem að ganga gegnum erfiðleika, kannski þetta svolítið þannig. Svona kannski eitthvað mission kannski. Gæti verið. Og hvað að koma inn fyrir pæl 2? Peningalega séð. Ég er með græna hringinn hérna, hann ætlar að manifesta peningaverðugur og abundance og allt bara. Grænt er svona earthly. Það er svona jörðin og eitthvað sem er að koma inn. Og líka grænt er líka heartchakra. Og það getur verið einhverja hérna að hýla hjarta eitthvað líka og það er bara að koma hann eitthvað frá hornið. Það getur verið King of Cups. Við sjá hvað kemur með það. Two of Pentacles. Getur verið að þið hafa verið með gæti verið King of Cups eða eitthvað sem að þið hafi haft ást til eða eitthvað hérna sem að dreigir sig tilbaka þannig. Af því það hefur verið búið að vera svona djöglega og það hefur búið að vera að gefa skýr svör eða og kannski tvívegis þurfti að labba í burtu frá þessari manneskju eða eitthvað. Gæti verið eitthvað svoleiðis sko. En ég sé hérna að það er að koma eitthvað tvennt til ykkar sem við erum búin að vera að bíða eftir. Það er eitt lítið og eitt stórt. Og Hierophant. Já, það er eitthvað samt við þið getur það gæti verið samband sem er að manifesta inn eitthvað sem getur verið að segja að koma aftur inn mér finnst þið samt já mér finnst þið að þið þekkið þessa manneskju og það er svona að vera svona spáspekulert samt við það. Og Death, Transformation. Kannski orðið endir á okkur hérna, sambandi. Death er núna Skorpíó, það var núna fullt tungl núna, hvað 13. Það 13. er náttúrulega líka Skorpíó. Nei, ég meina, gæti verið eitthvað í nóvember líka sem að, hérna, er að koma inn. Og það er eins og það sé svona
verið losa eitthvað svona, já, sem að þau þurftu aðeins að kannski loka eða eitthvað, ég veit ekki. Queen of Swords, já, kannski þurftu að setja smá boundaries eða það eru líka einhverja fréttir líka sem koma inn sem að gera svona breytinga að þegar við erum að fara að tala um peningalegina, þá eru einhverja fréttir sem koma inn sem að eru eftir að laga fjárhaginn svolítið hjá okkur. En það eitthvað sem við þurfum að svona losa og eitthvað svona, eitthvað sem við varum að halda okkur niðri og svoleiðis sko. Og það eru 2 góða fréttir og þetta getur verið líka bara 2 flutningar, 2 ferðalög eða eitthvað svona, eitthvað tvennt. Eitthvað sem að koma inn. Svo hvað þetta verið. Þau hafi kannski verið svolítið að eitthvað ofhugsa eitthvað. Mæ, 5 of Pentacles. Já, það eru eitthvað fréttir núna í mæ sem eftir að losa þessa áhyggjur sem hefur búið að vera hjá okkur. Og það kemur starinn og þetta eitthvað, getur verið eitthvað sem við erum búin að bíða eftir eða getur verið tengt nýrri vinnu eða það eitthvað svona staðfesting og það getur verið staðfestingar með, já, kannski skólavist, það skóli eða eitthvað fleiri sko. Two of Pentacles, nein. Og eitthvað samt við september. Queen of Swords aftur. Queen of Swords svolítið sem getur tekið svona rökhugsun stafir í hjartað eða að gera þetta það sem rétt, ekki það sem að hjartað eða tilfinningar þínar á rugli eða að reyna að átta sig á því hvað rétt að gera. Já, og svona já, það eitthvað svona sem að einhver kemur inn sem að eftir að segja þér eitthvað sem að eftir að beina þér á rétta braut, kannski. Einhver manneskja sem í eitthvað lífi. Og það getur verið að þið þurfum kannski að velja á milli eitthvað tvennt. Gæti verið eitthvað samt við líka það gæti verið líka varðandi húsflutningar eða eitthvað tvennt. Svona velja hafna kannski. En þetta eitthvað sem að mér finnst eins og í september þá verður eitthvað svona guarantee. Fæ það alveg svona. Við verðum komin yfir þennan versta kafla kannski eða úr þessa áhyggjur og þetta stress. Já. Ég sé hérna fiska, nautmjög og steingeit. Það er vatnsberi. En það getur verið líka eitthvað, gæti verið líka eitthvað vinnu kannski eitthvað og fá eitthvað stóra penning.
sem eftir að, já, það getur verið peningur sem það ekki búast við, sem kemur inn, sem eftir að svona hjálpa ykkur svolítið. Bráðlega. Það er kannski komið inn. Ég ætla ekki að tekja. Og þið fáið hérna yes. Þetta er já. Þetta er allt eftir að ganga upp greinilega. Og það er eins og mér finnst þið þurfa að velja á milli hvað þið vilja kannski. Það lesa hérna yes. Komdu hérna. Hérna er yes. Bravo. The decision you have made is the right one. There is no need to continue to sort through the additional options. You know what to do and you should move forward with your plans. You have made the correct choice for your personal growth and development. Og það er eiginlega bara svolítið six of wands sem ég sá þetta aðan. Það er bara svolítið svona stíghækkandi til betra. Það er eitthvað sem maður getur fagnar. Svona. Svo er ég að fá hérna líka, fyrir ykkur. Og já, þetta minnir mér svolítið á Justice líka. Það er eins og, þið eftir að fá það sem að, til leiðrétt eða það sem að ykkur var ætlað. Það er fiskur, 7 og það er hérna, já, hvað sagði mér hérna? Gæti verið að velja á milli eitthvað tens til að taka eitthvað svoleiðis ákvörðun eða kannski búin að vera því. En já. It's all about choices. Ég ætla að láta þetta duga. Hæ. Já, hæ. Þess að veldu pæl 3, bunga 3. Þennan hérna. Þá ertu komin á réttan stað. Já, þessi bunki finn ég að þið eru með svona framtíðarplan eða kannski fyrir við að gera framtíðarplan. Það er svona að koma inn svona abundance sem að verður svona svolítið svona floating tilfinningalega sér sko. En hérna segir hérna til dæmis Trust your feelings and dreams to guide your career path. Og þetta getur verið eitthvað svona sem að þið eru að fara að manifesta inn sambandi við vinnu eða breytingarvinnu eða kannski ætla að stofna fyrirtæki eða getur verið eitthvað svoleiðis sko. Þetta er svona eins og þið eru svona með svona eitthvað svona vision. Kannski þurfum við að setja, getur verið líka að þurfa að gera það fyrir að hafa svona practical plan. Það er eitthvað hérna sem er búið að ganga og hægt svona, það hefur kannski verið svolítið svona truflanir og svona fram og tilbaka, svona eitthvað rugl í gangi. Sem hefur svona dregið úr að þeir eru á þeim stað sem að þeir eigi að vera. Og þannig þurfum við bara að setja niður listan ykkar. Need a practical plan, eitthvað, já.
Það það sem að koma inn. Ég ætla að sjá hvað við fengum hérna. Fengum hérna númer 28. Það kannski eitthvað samt við 28. Getur 28 þennan mánuð eða eitthvað varða þennan tíma. Getur verið einhver eða afmæli 28. Eða þá 28 ára. En ég sé þarna, þetta eins og að áður hefur verið svolítið grafið undir, já, sjá hérna rótina hérna, þetta eiginlega fjölskyldan og heimilislífi og eitthvað svona. Það kannski hafi verið mikið á ferðinni og þurfti að vera kannski að ferðast mikið fram og tilbaka eða já, það hefur verið svolítið svona rótalega séð, það hefur verið svona grafið undan eitthvað. En það hérna framundan svona, ég að horfa hérna og þannig þið á rétti grein. Þið eru komin, svona verðið komið það. Það var eitthvað samt við 4, getur verið eitthvað samt 4 skipti, getur verið apríl, kannski einhver afmæli í apríl. Kannski 4 börn. Eitthvað sem hefur 4 börn kannski líka. Eða já. Þetta eitthvað samt við 4 og eitthvað fjölskyldu, eitthvað mál. Og já, það verður kannski svona interference á svona öðru fólki. Það kemur alveg hérna. Þetta þessi kafli búinn. Ég ætla að lesa þennan númer 28. Fyrir bunka 3. Já, ég með vitlaust. Kannski finnst að tekja einhverja vitlausu leið. En það ekki þannig. 28. We folk, fairies, gnomes and element beings of all sorts share the earth with us and are part of our magical essence. You might catch a glimpse of them from the corner of your eye or simply sense their presence in some secluded spot. Seek them where the world and our world meet amongst the roots of 8 ancient trees on the misty mountain tops at the edge of the sea. Meaning, there are helpers willing to pitch in and give you the assistance you need on a cause or a project that is dear to your heart as well. Look around you, let your need be known, and welcome help when it's offering. Já. Það segir hérna að þú þurfir svolítið að hleypa inn fólki sem vilja vera til staðar fyrir ykkur og hjálpa ykkur og hleypa því fólki inn sem að eru til staðar og vilja vera til staðar og svona gera grein á milli og því. Og mér fannst líka eins og það svona eins og að sé að koma svona búa með eitthvað svona psycho, eitthvað af öðru sem þurfti að losa við, eitthvað svona karmik kannski líka. Hvað meira fyrir pæl 3? Jóga. Your life is enchanted by yoga, stretching and exercising. Kannski að vera að segja ykkur, kannski þið í yoga eða ykkur svona endurhæfingu eða svona byggja upp bara sjálfan ykkur, meditation eða svona já, eða kannski vera að benda ykkur á líka að gera það. Já.
þegar maður svona fyrir að hugsa okkur, svona okkar tempó, okkar líkama, bara teygja úr okkur og svona, og vera svona svolítið tengd sjálfum okkur, þannig að kemur eitthvað svona hugmynd. En það það sem að koma inn. Eitthvað fleiri sem að þið eru að manifesta. Já. Nú er ég búin að kíkja á þetta. Já, fáum við þetta meira. Ég ætlaði nú ekki að kíkja á þetta spil, en hérna er það vart. Gæti verið að það sé núna sko það þurft að vera okkur flakki. Finnst þér svo svona íflutningum og okkur svona brasi sko. Að núna þið bara komin með ykkar svona stað og svoleiðis. Og svona, eða að koma inn. Gæti verið kannski eftir 4 mánuði eða eitthvað sko. Eitthvað tengt 4. Page of Pentacles. Four of Cups. King of Wands. Knight of Cups. Það eitthvað hérna svona, þetta verið eitthvað hérna við viljum koma inn og laga eitthvað og beturbæta hlutina, gera eitthvað breytingar. Ég sé hérna King of Wands. Kannski þetta eitthvað sem hefur verið nót, kannski hjá okkur eða eitthvað hlut. Þetta hrútuljón og bóamaður. Svo hérna líka eitthvað sem að vill gefa ykkur eitthvað eða svona vill vera til staðar fyrir ykkur. Það eins og að já, gæti verið eitthvað svona vilja eitthvað meira að það sé bara svona sleið þegar þið eru svona ekki alveg viss hvað þið viljið gera. Mér finnst það að vera svolítið þannig. Gæti verið svona kannski líka svona atvinnutilboð eða eitthvað fleiri sko, og þeir eru svona já, takið ykkur tíma og vilja svona sofa á þessu eða eitthvað, ég veit ekki. Kannski hafið þið haft einhverja slæma reynslu áður á einhverju. Gæti verið manneskja sem er svona, já, svona kannski vill svona létta undir kannski hjá okkur. Og það svona, gæti verið og sko vilja gefa þér eitthvað pening eða eitthvað hlið sko. Þannig að koma inn. Gæti verið líka eitthvað sem að ná án ykkur. En það eitthvað sem kemur inn sem að léttir undir þar sem að þið eru kannski búin að vera að ströggla svona yfir að ná. Það eitthvað sem vilja gefa ykkur svona tækifæri eða eitthvað fleiri sko. Sjá hvað kemur meira. Fyrir Five of Pentacles. Já. Knight of Wands. Mikið á vöndum hérna. Það verður mikið svona action og svona breytingar gerðar sko. Það eins og þurfa að gera eitthvað svona breytingar líka. Hafi þurft að gera það. Og
þurft að svona draga upp og tilbaka, eitthvað bíða og sjá svona til þess að geta framkvæmt og það það sem að þið eru eftir að sjá afrakstur núna bara í október sem að þið verður svona, það verður svona jafnvægi yfir öllu. Frá alveg október til desember sko, sem þið verður svona á góðu stað þá. En það eitthvað, gæti verið kannski eitthvað, það eitthvað svolítið 4 mikið, kannski þeir að velja eitthvað fernt eða eitthvað svolítið 4. Þetta gæti verið eitthvað svona, gæti verið samt við byggingar, framkvæmdir eða eitthvað svolítið sko, líka hvað að gera. Já, en það kannski einhverja sem kemur inn að hjálpa líka, kannski eitthvað varðandi það að koma svo á stað. Sjá hvað kemur meira, hvað að koma inn, peningaliðin og prosperity. Já, pæl 3, 10 of Pentacles. Já, það eins og þið hafið verið að klára eitthvað verkefni líka sko. Og getur verið eitthvað sem líka þurfa að fara eitthvað til þess að vinna eitthvað eða gera eitthvað. Það eitthvað svona, eitthvað verkefni í haust sem eftir að gefa ykkur svona meiri pening og þetta gæti verið líka svona, já það gæti verið svona eins og það þurfa að fara eitthvað, ferðast eitthvað eða keyra eitthvað. Ég sé reyndar ekki keyra, getur verið bara fluga eða eitthvað, ég veit ekki. En svo það eitthvað sem að, já, eitthvað samt við, það eitthvað samt við fjöll og eitthvað svona, sem eru búin að vera að ganga, já, kannski einhver að ganga. En svo hérna líka eitthvað samband að koma inn, þannig líka. Og eitthvað getur verið, við erum eitthvað kannski að vera að tala um samband, en það getur verið eitthvað sem kemur inn sem að vera rosalega góður díl. Eða það getur verið líka samband eða eitthvað staðfesting á okkur. Og getur verið eitthvað, komið líka inn sko. Og vill gefa þér eitthvað, það allavega stóra breytingar. Kannski eftir í ykkur samband núna sem sko, hefur ekkert verið jafngefið eða hefur ekki verið, kannski í fjölskyldinni hefur verið svona en getið staðar einhver list, þá það eftir að stórbreytast. Það verður svona já, stífum vera svona út allt núna bara með svo margt. Sjá, hvað það sem að breytast? Peningahliðin og verðarlega hjá bunka 3. Seven of Pentacles. Og Temptation aftur. Já. Já, það getur verið sko að
sko framundan verður svona meira jafnvægi yfir líka svona félagslega hliðin sko og svoleiðis sko. Og svona, og þeir svona farin að sjá svona hvað þau vilja gera á eitthvað svoleiðis sko. Gæti verið að segja að plana líka eitthvað saman við eitthvað afmæli, teiti, eitthvað svona fögnuð eða þá, já. Nú er alveg bara blankað í út hérna. En framundan verður rosalega mikið að vera svona framundan, alveg fram í desember. Það verður sko, þið hafið allavega undan bara skilurðu á svona félagslega hliðinni og svoleiðis sko og það eitthvað svona, þau þurfa svona að passa ykkur á hvað þið hafið inni og úti og okkur svoleiðis sko. Þið hafið kannski brennt ykkur á okkur hérna. Og það skal ég segja ykkur, að koma hérna samband og líka breytingar varðandi staðsetningu. Getur verið vinna, þegar þú varst að sofna eitthvað, að gera eitthvað svona breytingar með það. Þeir eru að elvita öllu hliðum sko. Það svo margt hérna sem verður að gerast til að bara fyrir okkur. Hjá okkur, fyrir okkur. En já, ég eiginlega bara svolítið, skal viðurkenna það, ég svolítið svona, var svolítið svona, kom svona yfir með svona yfirþyrmandi eitthvað. Gæti verið stress eða eitthvað fyrir. Þið fáið hérna, já það eitthvað svona, það nauti hérna, svona mæ, svona framundan, og það eitthvað svona eins og þið eru að svona cut the weed eða eitthvað, arfana, og þeir eru eftir svo expansion svona smátt og smátt. Svona þeir sjá árangurinn það sem þeir alveg fram í desember. Já, sjá hérna, listen to your intuition. Þetta spilið ykkar og þið verður svona, það eins og þið vitið alveg hvað þið að gera. Þau bara svona, hlustið bara svolítið á sjálfan ykkur. Og það bara, góður hluti framundan. Ég ætla að lesa, hvað þetta listen to your intuition. Það að finna það. Já, ég glemdi að segja stjörnumerki. Það búamaður, hnuppi og steingeit. Það hérna mikið svona tilfinningalega að sé verður svolítið mikið núna yfir sumarið. Svona mikið á. Það verður meira svona þannig. Það krabbi, kannski ljóna líka krabbi, fiskur og sportdrykki hérna. Tvíburi og hrútur. Það ætla að lesa hérna. Sjá. Hérna þetta. Your intuition is completely reliable and accurate this time. Listen to your own inner guidance and you can't go wrong. You can be certain that the messages you are receiving from an angel are real and trustworthy.
Have faith in your feelings about the circumstances you experience. Your insight into other people and their true feelings or motives are perfectly accurate. There's no need to question what you know is true. Og það bara svolítið þannig. Pása og lesa líka. Var ég þá ekki bara búin hérna hjá okkur? Já, það láta það bara duga. Bye!